Sælverið og verið velkomin með mér hérna í gluggan í bragganum í flugsafninu á Akureyri. Velkomin í Hvíta Máva. Gesturinn sem ætlar að vera hérna með okkur í dag, hann byrjar að spila á hljóðfæri og sjálfmenntaður í því. Hann byrjar 12-13 ára gamall og enn að spila. Og hann hefur spilað með þekktum hljómsveitum og verið meðal annars með Ingimar Eydal. En aðalstarfið hans hann kennari. Þorleifur Jóhannsson, trommuleikari. Hann ætlar að koma hérna með cymbalið með sér. Þorleifur Jóhannsson, velkomin. Þakka þér fyrir. Alltaf kallaði Leibbi. Já. Og sko þrátt fyrir það að þú sért nú kannski ekki mikið að spila sem tónlistarmaður eða trommuleikari, þá ertu kallaður Leibbi trommari eða hvað? Já, það mjög algengt að menn þekkja mig undir því nafni, Leibbi trommari. Já. Hvernig trommusett áttu? Ég á Pearl Session, heitir það. Er það gott? Já, nógu gott handa mér. Já, hvað kostar trommusett í dag? Það er mjög misjafnt. Það fer allt eftir í hvaða típu þú kaupir og hvaða tegund. Þú getur fengið trommusett fyrir 50.000 kall og þú getur fengið trommusett fyrir 1 milljón og eiginlega allt þar á milli. Eru ekki svona, eins og ég segi, alvöru trommuleikarar, ekki endilega hér heldur svona almennt, eru þeir ekki alltaf með það besta sem til er? Jú. Ég held að það hljóti nú að vera svona þessi stærstu nöfn. Þeir eru með flottustu trommusettin. Hvað ertu búin að eiga mörg trommusett? Ég held þessu 12. Einhvern tímann var ég að telja þau saman. Ég minnir ég hafi verið komin upp í 12 trommusett. Áttu bara 1 sett í dag? Já. Selurðu þá alltaf á kaupir þið nýtt eða? Maður hefur verið að endurnýja þetta svona af og til í gegnum árin. Þetta var orðið alltaf mörg ár og svo sér maður kannski eitthvað sem mann langar frekar í og þá bara selur maður það gamla og kaupir nýtt í staðinn. Þarftu að spyrja konuna þín að því? Nei, ég þarf þess ekki. Mig langar svo í nýtt trommusett, má ég skipta ég sett? þarf ekki að biðja hann leyfi, en ég kannski segi henni frá því samt. Já, þú gerir það? Já. En það er nú orðið dálítið síðan ég skipti síðast og ég er nú ekki viss ég geri það meira, sko. Þetta fer nú að... Er eitthvað að dofna yfir þessu? Já, það er að dofna yfir þessum bransa. Sko, þegar þú byrjar, hvað ertu gamall? Ég er einhvers staðar á mörkunum 12-13 ára. Ég man ekki hvort ég var byrjaður áður en ég varð 13 ára. Þetta er orðið svo langt síðan. Fyrsta trommusettið? Já. Fyrsta trommusettið sem ég eignaðist, það kostaði 1700 krónur, man ég. En ég man ekki hvaða tegund það var. Nei. Og hvar keyptirðu það? Ég keypti það hérna á Akureyri. Það var hér maður í bænum sem var með þetta til sölu og hljómsveitið sem ég var að byrja með, hljómsveitin Bravo, var með þetta trommusett í láni. Já. Og það var sem sagt til sölu og eftir að mér var boðið starf í Bravo þá þótti mér náttúrulega bara það lá beinast við að kaupa þetta sett. Já, þannig á þessum aldri. Já. Hver borgaði? Pabbi? Pappi og mamma náttúrulega borguðu það, sko. Já. Hvað sögðu pabbi og mamma við því að strákurinn ætlaði að fara að fá trommusett? Þau tóku því alveg ótrúlega vel. Ég var náttúrulega búinn að vera áhugamaður tónlist og hljóðfæri svo lengi sem ég man eftir mér. Já. Og ég var, þau vissu þennan tónlistaráhuga minn og þau bara reiddu fram þennan pening umyrðalaust. Já. Það var ekkert vandamál. Nei, að þrátt fyrir þá væri svona ungur og ætlaði að fara að spila í hljómsveit og þar fram eftir göttunum. Kannski hafa þau ekki búist við að þetta myndi endast lengi. Nei. Ég veit það ekki, en það var allavega ekkert vandamál. Nei, en þú hafðir áhuga á öðrum hljóðfærum, bara hljóðfærum almennt? Já, ég var eiginlega alveg sjúkur í öll hljóðfæri, alveg bara frá því mann fyrst eftir mér. Já.
Og þá spilaðirðu þá á þau eða? Nei, sko kunni ég ekki að spila þau, ég bara hafði einhvern áhuga fyrir þeim. Já. Reyndar hérna afi minn heitinn, Símon Símonarson, sem var sem sagt föðurafi minn, hann kendi mér lítilsháttar á munnhörpu, hann var mjög músikalskur og hann sem sagt kendi mér á munnhörpu. Ég gat örlítið spilað á munnhörpu áður ég fór að fikta við trommur. Já. En hvernig var þetta ekki æðislegt fyrir strák á þessum aldri að fara að spila á trommur? Jú, það var það. Þetta er nú eitt af göfugasta starf sem að til það er að spila á trommur í rockhljómsveit. Já, það er mjög flott sko. Já. Og hvernig fannst þér þá, varstu töffari út á þetta? Ég er ekki viss ég hafi pælt svo mikið í því 12 ára gamall sko. Mér fannst þetta bara fyrst og fremst gaman og mér fannst þetta vera bara, algjört ævintýri að vera allt í einu komin í hljómsveit svona ungur. Töff heiting kannski kom ekki fyrir seinna ef að þau komið þá einhvern tímann. Já, en það var Bravo. Það var Bravo. Það er fyrsta hljómsveitin? Það er fyrsta hljómsveitin mín, já. Hvað endist það lengi? Það endist í eitthvað tæp 2 ár. Við byrjum semst að spila þarna haustið 1964 og spilum allt árið 65 og einhvern tíðan á vordögum 66 þá leysist hljómsveitin upp. Nú, og af hverju? Það var komin bara einhver svona samstarfsþreyta í mannskapin Leipi hjá sko 13 ára guttum. Eftir ekki lengri tíma. Ég man nú ekki nákvæmlega út á hvað þetta gekk. En einhver svona smá ósætti ef ég man rétt. Já. En þið urðuð frægir á Íslandi og kannski víðar. Já, má kannski segja það. Við þóttum náttúrulega óvenjulega ungir. Já. Að standa í svona hljómsveitamálum. Við vorum ekki nema 12 og 13 ára gamlir þegar hljómsveitin stofnuð. Já. Og þetta var svolítið óvenjulegt að svona ungir strákar stofnuðu hljómsveit og byrjuðu að spila og spiluðu kannski svona eins mikið og við gerðum. Já. Hvar voruð þið að spila? Og við spiluðum eingöngu eiginlega sem skemmtiatriði. Við spiluðum ekki á heilum dansleikjum. Nei. Við komum fram á árshátíðum, þorrablótum og jafnvel dansleikjum í pásu hjá hljómsveitunum sem voru að spila. Já. Komum yfirleitt alltaf fram sem skemmtiatriði og við vorum aldrei með mikið prógram, við vorum með kannski 6-8 lög. Já, það var ekkert meira heldur en það. Það var nú ekki meira en það. Og hvaða músík var þetta? Var þetta músík þess tíma? Þetta var alltaf bara, Beatlarnir voru náttúrulega bara alls ráðandi þá og þetta voru lög frá Beatlunum og Kings og Rolling Stones og þessum hljómsveitum sem þá voru vinsælastar. Þú minnist á Kings? Já. Þú heitir þá? Já. Þú spilaðir með Kings eða hvað að segja? Já, ekki kannski með þeim en við hituðum upp fyrir þá þegar þeir voru með tónleika í Austurbæjarbíó í september 65. Já. Þá komu þeir hingað til Íslands og héldu, ég minni það rétt, 8 tónleika. Já. Þetta stóð yfir í 4 daga, 2 tónleikar á dag. Og við sem sagt byrjuðum, við hituðum upp. Ásamt hljómsveitinni Tempo, sem voru svona strákar eins og við, aðeins eldri reyndar. Já. Og við sem sagt erum þarna með þeim, þessari heimsfrægu hljómsveit, meira og minna í 4 daga og notuðum sama búningsherbergi og ferðuðum svolítið út fyrir Reykjavík með þeim og þetta var náttúrulega bara heljarnar ævintýri. Já, þurftu þegar þeir fóru í svona kynnisferðir út fyrir Reykjavík að druslast með strák, þetta ykkur með sér. Já, við dingluðum eftir þeim. Og hvernig var það? Bara virkilega gaman. Já. Já. En þú er ekkert hitt þessar menn eftir þetta? Nei, ég hef aldrei hitt á síðan. Ég hef aldrei hitt á síðan. En sko, samskiptin meðan á þessu stóð? Sko, við vorum, eins og ég segi, við vorum 12 og 13 ára. Kunnum ekki orðið í ensku. Því miður og maður oft hugsaði það eftir á. Við hefðum kannski notið þess betur ef við hefðum verið orðnir aðeins eldri. Já. Og til dæmis geta farið að tala við þá. Já. Það gátum við ekki. Nei. Þannig að þið fóruð í rútu? Já.
Og það þögðu bara allir, þeir töluðu sín á milli? Þeir töluðu bara sín á milli og við höfum sjálfsagt spjallað eitthvað okkar á milli. Við fórum upp að Þingvallavatni og sigldum þar á bátum og svona. Hvernig þetta í minningunni? Þetta óskaplega ljúft í minningunni. Þetta eru rosalega skemmtilegar og ljúfar minningar og ég hefði ekki viljað missa af þessu. Svona eftir á að hyggja. Já, ég get ímyndað mér það og en hefurðu haldið upp á þessa hljómsveit síðan þetta var? Hljómsveitina Bravo? Nei, Kings. Kings? Já. Ekkert sérstaklega. Hún er ekkert endilega mín uppáhalds hljómsveit. En þetta var náttúrulega bara fyrst og fremst gaman að vera þarna með þeim og kynnast þeim svona lítilega, þó að samskipti hafi nú ekki verið. Nei, ekki stórvægileg. Nei, því miður. En hérna við með myndir af ýmsum hljómsveitum sem það hefur starfað í. Hér ein mjög skemmtileg. Síðan í desember 65, þá ertu hvað, 13-14 ára? 65, þarna í desember, þá er ég orðinn 14 ára. Þá ertu orðinn 14 ára? Já, ég fæddur í nóvember Þarna ertu í nælonskyrtu með lakkrísbindi? Já, þessi mynd er tekin í Sjallanum. Í Sjallanum? Þarna höfum við verið að spila í pásu hjá Hljómsveit Ingimars Eydal. Já, þarna er Sævar á bakvið. Já. En það skemmtilega við þessa hljómsveit að þrír af ykkur fjórum heldur áfram í tónlist. Já, við höfum, ég og Kristján Guðmunds og Sævar Bendisson, við höfum allir haldið áfram og spilað meira og minna síðan þetta var. Spilað saman þá kannski? Já, við höfum spilað saman. Við Sævar spiluðum náttúrulega saman seinna meir í hljómsveit sem hét Ljósbrá. Leifbi, þetta er rosalegt. Já, þetta er skemmtileg mynd. Hvar er hárið? Já, það er árið styttra núna. En þetta var náttúrulega partur af prógraminu. Já, þarna náttúrulega voru hljómsveitamenn og bara ungir menn síðhærðir. Já, á hvað ári er þetta? Þetta er 73. Já, 7. júní 73. Já. Stendur hér á bakliðinni. Já. Leifbi, þú ert búinn að spila, hvað er 50 ár? Já. Meira en það? 51 ár, ekki alveg kannski, þú veist, stöðugt. Það hafa komið svona smá kaflar inn á milli, en meira og minna er ég búinn að spila í 51 ár. Fórstu einhvern tíma til þess að læra tónlist? Nei, ég er algjörlega sjálflærður. Þú ert sjálfmenntaður í trommuleik? Já. Hvað þarf til þess að vera góður trommuleikari? Það þarf að hafa takt. Það þarf að hafa eitthvað í sér, já, og ég býst nú kannski við að þetta sé eitthvað sem liggi ekki fyrir öllum, en það er talað að menn séu músíkalskir, allir maður þurfi ekki að vera músíkalskur. Já, þú lítur nú að vera það. Ég vona það. Já, hefur enginn nefnt það við þig að vera músíkalskur? Nei, ekki svo í muni, en ég hef allavega tollað í þessum bransa í öll þessi ár. Var músík fyrir utan náttúrulega bara að hlusta í útvarpi eða á plötuspilurum heima hjá þér? Er músík í foreldrum þínu, var það? Nei. Þú segir að það verið músík í afaðinu? Já, það var svolítið músík í afa. Afi, hann söng heilmikið fyrir mig og kendi mér alls konar lög og vísur og við sungum saman. Við vorum gríðarlegir vinir við afi. Já. En að öðru leyti var ekki mikil músíkin á mínu heimili nema mamma kunni nokkur grip á gítar. Já. En Leibbi, stór partur af þessu öllu saman er þegar þú ert með Ingimar Eydal. Já, það má segja að við byrjum, þegar við vorum í hljómsveitinni Ljósbrá, þá spiluðum við stundum í Sjallanum. Og ég man að það var kannski sérstaklega það að hljómsveit Ingimars Eydal var á þessum tíma farin að fara í svokallaðar landreisur. Já. Þá tóku þessi frí eða hléa úr Sjallanum og túruðu landið og spiluðu út allt í svona 4 til 6 helgar. Já. Og þá vantaði hljómsveit í Sjallan í staðinn. Og við strákarnir í Ljósbrá vorum fengnir til að spila í Sjallanum. Og þetta var svolítið öðruvísi en það sem við vorum vanir því að
við náttúrulega vorum svona sveitaballaband og við spiluðum bara í gallabuxum og stutthörmaból og stregarskóm. En þarna þurftum við að vera í jakkafötum og með bindi. Já. Og við þurftum að vera mættir svona fyrir klukkan 10 til að spila dinnermúsík. Þetta var svolítið ólíkt því sem við vorum vanir að gera. Já. Og ég man að mér þótti þetta svona svolítið, mér þótti óþægilegt að spila í jakkafötum, með bindi upp í háls. Og ég var nú einhvern tíðan að tala það að ég myndi nú ekki vilja skipta frá sveitaballa bransanum og í þetta. En samt sem áður, maður bar náttúrulega mikla virðingu fyrir Sjallanum og hljómsveit Ingimars Eydal. Já, já. Og þetta var í raun og ósköp þægilegt. Vegna þess að það voru engin ferðalög, maður þurfti ekki að bera nein hljóðfæri eða stilla upp, maður bara mætti í Sjallan, settist og byrjaði að spila. Í jakkafötunum? Í jakkafötunum. Já. Og svo þegar að ballið var búið þá bara stóð maður upp í jakkafötunum og fór bara heim. Já. Þannig að þetta var í raun ósköp þægilegt. En svo bara gerist það einhvern tímann á haustdögum 74. Manstu öll ártölinu og allt svona? Já, svona nokkurn veginn. Já. Að þá sem sagt, að þá erum við búin að gera þetta Strákarnir í Ljósbrá í 2 sumur í röð, 73 og 74, að spila í Sjallanum á meðan Ingimar Eydal var að túra landið. Og þarna einhvern tíðan á haustdögum 74 þá birtast þeir inn á gólfi hjá mér Ingimar Eydal og Grímur Sigurðsson, þá verandi gítarleikari í hljómsveitarinnar. Og erindi var sem sagt að bjóða mér stöðu trommuleikara í hljómsveit Ingimars Eydal. Já. Trommuleikari og bassaleikari voru að hætta í hljómsveitinni og þá vantaði menn í staðinn. Og ég man að mig setti nú hljóðan fyrst svona minnugur þess sem ég hafði nú verið að spá í þarna þegar ég var að spila í jakkafötunum. En ég man að ég varð mjög upp með mér yfir því að Ingimar Eydal skildi bjóða mér starf. Já, það ekki? Já, almáttugur, jú. Það er víst alveg óbyggjulegt. Og hann sagði mér það að hann vildi fá okkur Sævar til þess að koma í hljómsveitina. Já. Og ég var eitthvað svona seitt til svars og var eitthvað að hugsa mig og þá fór hann að segja mér svona, hann átti svona tromp upp í erminni, sko. Þá fór hann að segja mér að það stæði náttúrulega til næsta sumar að fara í aðra landreisu og á þessum árum var hljómsveitin búin að fara einu sinni eða tvisvar til Mallorca að spila og hann segir mér sem sagt að það séu þegar hafnar viðræður hljómsveitinum að koma til Mallorca næsta sumar. Og þar að auki var búið að biðja hljómsveitina til að spila á Þorrablóti út í Luxemburg. Já. Þar með náttúrulega stóðst ég ekki mátið. Já, fullt af utanlandsferðum. Já, þarna brustu allar varnir. Já. Og ég bara þáði þetta starf með þökkum. Já. Og ég oft hugsaði eftir á að ef ég hefði nú ekki þegið starfið, Já. Þá hefði ég farið mikils á mis. Já. Hvað hefði þá orðið svona hljómsveitaferilinn hjá þér? Ég hef ekki hugmynd um það. Og eins og ég segi, ég veit ekki hvað ég hefði þá gert, sko. Það veit maður aldrei. Já. En ég sem sagt, þarna sérst, áramótin, þarna, 74-5, byrjum við Sævar að spila með Ingimar. Já. Bara á nýjársdagskvöld, 1. janúar 75. Já. En hvernig var þetta svona til að byrja með? Þarna voru fyrir þá í hljómsveit Ingimars Eydal? Það náttúrulega Ingimar og Finnur Eydal og Helena Eyjólfsdóttir og Grímur Sigurðsson. Þetta náttúrulega alveg sko kanónulið. Já. Og hljómsveit Ingimars Eydal var náttúrulega, ég bara hafði verið árabil ein vinsælasta hljómsveit landsins. Já, aldeilis. Og Sjallinn, þetta gleði musteri sem að allir landsmenn þekktu og sóttust eftir að koma í. Það voru pílagrímsferðir sko í Sjallann. Algjörlega sko. Leipi, nú hann búinn. Já, nú Sjallinn bara hefur runnið sitt skeið. Já, tímarnir breytast. Já, tímarnir breytast. Já. En Leipi, þú ert búinn að spila allan þennan tíma á trommur í hljómsveitum, alltaf á kvöldin, alltaf helgar. Já. Fyrir kona þín?
Kona mín heitir Olga Ellen Einarsdóttir og sýndi þessu og hefur sýnt þessu öllu saman hinn ótrúlegasta skilning. Já. Já, hún hefur þolað þetta allt saman. Föstudags- og laugardagskvöld. Já. Jæja, skan, ég að fara að spila. Já. Og þá situr hún bara heima? Já. Og hvað er þið að börnum? Við höfum 3 börn. Já. Og þekkjur þau? Já. Ekki kannski á þeim tíma? Nei, hafa börnin mín stundum talað að þær minnast þessa æsku ára sinna þegar ég var alltaf í burtu allar helgar. Já. En svo náttúrulega eftir að ég náttúrulega þessi fyrstu ára meðan allur þessi þvælingur var, þá var maður í burtu, maður var farinn einhvern tímann á föstudegi og svo kom maður ekki heim fyrir seint á sunnudegi. En svo náttúrulega núna seinni árin, þetta hefði verið spilamennska mest bara rétt í kring, þannig að enda börnin löngu orðin fullorðin. Já, enda börnin orðin fullorðin. Já. En þú spilar samt? Ég spila svolítið en þá, já. En þú ert í allt öðru starfi í dag og þú náttúrulega lærður ekki eitthvað með þessu? Jú, ég lærður húsgagnasmiður. Já. Ég lærði húsgagnasmiði á sínum tíma og vann alltaf fullan vinnudag með spilamennskunni. Vann við smíðar bara árum og áratugum saman. En svo ég í dag smíðakennari við verkmenntaskólann hérna á Akureyri, búinn að vera þar þetta 15. árið mitt sem ég að kenna við verkmenntaskólann. Og fórstu þá í sem sagt kennara nám? Ég fór í kennaraskólann, já. Í kennaraskólann? Já. Það var skilyrði, ég fékk ekki starfið öðruvísi en að ná mér í réttindi. Já, og hvað var það langur tími sem fór í það? Það var þetta var tekið svona í lotum með vinnunni, Já. Og þetta voru sem sagt 2 vetur. Og hvað kennirðu í skólanum? Ég kenni sem sagt svona grunnatriði í smíðum. Já. Ég kenni sem sagt fyrsta ársnemum og það mikið svona sem sagt handverkfærin. Ég hef kennt töluvert véltrésmíði líka. Ég hef verið með áfanga sem heitir náms- og starfskynning og það eru svona krakkar sem eru að koma upp úr 10. bekk og koma inn í skólan og eru svona óráðin í því hvað þau ætla að taka sér fyrir hendur og fara í gegnum allar verknámsdeildirnar í skólanum og eru svona 3 vikur í senn í hverri deild og ég hef séð þann áfanga. Og svo hef ég svolítið verið að kenna starfsdeild, þar að segja það eru krakkar með skerta starfsgetu. Já. Hvernig líkaði þetta? Afskaplega vel. Gaman að þessu? Já, mjög. Ég sá nefnilega þegar þú varst að koma að þú varst með skemmtilega hlut. Er það sem þú ætlar að sýna mér? Já, það er þessi sög hérna. Já. Þetta er náttúrulega svona dæmigerð handsög, nema hún er sennilega svona 20 árum eldri en ég. Þessi sög? Já, ég veit reyndar ekki alveg nákvæmlega aldurinn á henni en ég er áður búinn að tala hann Símonarson afa minn. Já. Hann átti þessa sög. Veistu hvað hún er? Það er einhvern merki hérna? Nei, ég verð að játa það. Ég veit ekki einu sinni hvaða tegund þetta er. Því að ég hefði nú kannski geta verið búinn að grufla það upp. Svona sægir áttu afar okkar? Já. Hefurðu notað hana? Nei, ég hef ekki notað hana. Hún hangir upp á vegg í bekkjadeildinni í verkmenntaskólanum. Já. Þannig að þú getur sýnt unga fólkinu hvernig þetta leit út í den tíð. Ég sem sagt erfði þetta eftir afa minn. Mér þykir ákaflega vænt um þessa sög. Þetta er það eina sem ég á eftir hann. Og eins og ég sagði áður, þá vorum við gríðarlega miklir vinir og vorum eiginlega óaðskiljanlegir þessi ár sem hann lifði. Við áttum 12 ár saman. Var hann smiður? Nei, hann var nú ekki lærður smiður, en hann var lagheimtur kall, sko. Já, það er gaman að gera svona hlut. Já. Og þetta sýnir þau unga fólkinu? Já, ég gerir það. Leifi, allar hljómsveitirnar sem þú ert búinn að vera í og allt það, þær eru margar. Þú ert enn að spila? Ég er enn að spila, já. Hvaða hljómsveit, í hvað hljómsveit ertu núna? Heyrðu, hún heitir 1:70.
1,70. Þetta eru svona eftirhreiturnar af hljómsveit Ingimars Eydal. Já. Ég er reyndar einn eftir af svona upphaflega hópnum. En já, hún heitir 1,70 og hún hlaut þetta nafn vegna hæðar hljómsveitamanna. Er þetta meðalhæð? Við sem vorum fyrst í þessari hljómsveit, við vorum allir eiginlega jafn háir, rétt rúmlega 1,70. Eða eins og einhver myndi segja jafn lág. Jafn lágir, já, við getum orðað það þannig. Já, allir á svipari hæð. Já, ég held ég sé 1,74 og hinir voru svona svipaðir. Hvernig finnst þér tónlistin í dag? Tónlistin í dag er bara frábær. Hlustarðu mikið? Já, alveg gríðarlega mikið. Ég er algjör fíkill á tónlist. Já. Ég er alltaf með einhverja diska í bílnum hjá mér og ég fer ekki eins og út í búð nánast án þess að spila einhverja tónlist. Já. Hvað fellur þér best? Ég stundum orðað að þannig ég væri svona sælkeri á tónlist. Ég vil hafa svona góðan, fallegan hljóðfæraleik og rattaðan söng og fallegar melódíur. Það er svona, já, í uppáhaldi hjá mér. Annars er ég tilbúinn til að hlusta heila á allan fjandann. Já. Í lokin, minn kæri, smá myndataka. Já. Þetta er það sem að hver og einn er að gangi í gegnum. Já, einmitt. Jú, eins og aðrir kemur rosalega vel út. Takk fyrir. Þorleifur Jóhannsson, leikhljóðstrommari, takk. Takk eins og leiðis.